Já, ég ætla aðeins að fara yfir með einhver innifaldar rás, spennugjafa, viðnámi og ljósdióðu. Það er LED og viðnám, bara resistor. Ljósdióðan er þetta díóða og þessi hlið þetta er anóða, þessi hlið þetta er katóða, strikið katóða. Eða plús á anóðinni, þá leiðir hún. Þess vegna hér, þá leiðir hún hér. Þessi ljósdióða, hún vill hafa yfir sig svona logi 2 volt og í gegnum sig 20 mA. Og nú þurfum við að reikna út hvað viðnámið hér á það að vera stórt. Og hérna spennugjafinn, hann er sem sagt, ef þetta verður batteri eða rafhlöður, þá er þetta 12 volt og svona rafhlaða, eins og þið sjáuð hér, svona rafhlaða er 1,5 volt og pinnin hérna út, hérna er alltaf plús og botnin hér í mínus. Og það verður bara að raða hverri og á annarri, 8 stykkjum á svona rafhlöðum raða hér í röð og það er líka teiknað bara svona, landstykki plús og mínus, plús, 1 batteri hér og 1 hér, samtals 12 volt. Eða þá er teiknað bara spenningjamerki svona, plús hér og 12 volt hér. Þetta þýðir í raun ef við varum með rafhlöður, þá varum við með 8 stykki í röð. Og ástæðan fyrir því að við fáum 12 volt hér út úr þessu er svo að þetta ímyndaði ykkur að hér sjá hvað er rými og hér er 1,5 volt spenna. Svo þetta er batteri hérna fyrir aftan sem að pinnin ítir í mínusin hérna og það verður rafmagnið úr þessu batteri hér hingað inn og svo hér hingað inn. Þannig að þið eru komið með 8 sinnum fleiri rafeindir inn í síðasta batterið og þá er 8 sinnum verið þrýstingur út úr því sem þýðir 12 volt. Og þessar rafeindir sem eru hér, það verður að leita hingað inn. Þannig að það fara hér í gegnum rásveila og hérna inn í keðjuna hér aftur. Þetta er svona eins og það sem við gerum ef við höfum rafhlöður. En oft er líka bara með spennugjafa sem er bara kassi með rafmagn inn í, snúum bara takka, stuttur bara 12 volt, málið er dautt. Heyrðu, og hérna er 2 hlutirnir hérna. Hérna er ég búinn að setja á blað, sjáu þið. Hérna bara til sýningur þetta. Hérna sem sagt, þetta hér er viðnám hérna. Og á þessu er einhver litastrið, það er svona strik með litum og þau þýða óminn. Og þetta er 470 óm og ómið er skrifað svona. Og ljósdíóðan hún er hérna og hún er teiknuð bara frá töflunni svona með díóða með 2 strikum eða pílum. Og minni pinni, það eru lappir hérna, styttri fóturinn er alltaf í mínus og lengri fóturinn fyrir plús. Þá svona vitið þið hvað þessir í hvaða íhluti við erum með. Nú, til að finna hérna, enska orðið fyrir viðnám er resistor, þannig við notum R-ið þegar við erum að teikna hérna óslögmálið, það er U og það er straumur I sinnum R. Þetta er óslögmálið hérna. Við getum sett hendinni við þann staf sem við erum að leita að og þá stendur jafnan eftir eða formúlan eftir. Nú þurfum við að finna R-ið hér, við getum hendinni verið R. R er jafnt og svona I deilt í U. Svona. Þetta hér. Þannig að hver er spennan ef við vinnum með hér? Ef hér eru 12 volt og hér eru 2 volt, þá eru hér 10 volt. Af því að þessi 2 spennufall, við tölum um spennufall sem við mælum yfir íhlut. Íhlutur er því ekki fyrir komponent. Þannig að ef við mælum spennu hér yfir þennan íhlut og við þennan íhlut, þær 2 spennur eru 12 volt. Þannig ef hér eru 2 volt, þá eru hér 10 volt. Samtals 12 volt. Þannig að R-ið hér jafnt og þá veitum við að hér er 10 volt eða, hér yfir, það er hérna U-ið hér, það er 10 volt. Og straumurinn, við viljum hafa 20 mA hér. 20 mA í amperum er 0,02 amper. Og af því þetta er í voltum, þá þurfum við að hafa þetta í amperum. Þetta er þá 0,02 amper. Þetta gefur okkur 500 ohm. Þetta er ohm. Svona, OHM, stórt O því þetta er nafn á manni. Ohm. Og viðnámið hér, það er þá hérna sem sagt, það er þá 500 ohm hérna. 500 ohm. Svona, spennaði yfir þetta 10 volt. Straumur hér í rásinni, hann er 20 mA. Hann er allstaðar svo sami. Ef hann er 20 mA hér í gegn, þá var hann 20 mA hér líka og líka hér og gegnum
allt þessi batteri hér, alls 20 milliampere. Og við það að við fáum 20 milliampere og 20 díóra hérna, þá logar hún. Og þú veitur þetta rofa hérna í, rofið bara svona tveir svona pólar og eitthvað svona fjöður sem fyrir sundur og saman og heitir ofta S, þetta þá S1, S fyrir switch og þetta batterinn geta heitir U, stundum U, stundum UCSC og já, ég minnst nöfn á þessu og já, þannig að nú skulum við fara og tengja þessa rásu upp. Þið þurfum að vita hvernig ég reikna við hann út og vita hvernig ljóstíðan snýr. Stuttu fóturinn er hér er langi fóturinn og viðnámið er cirka 500 ohm, við notum 470 ohm af því að það er bara í hendina og rofinn hjá okkur er bara vír sem við tökum sundur og saman. Og tólvoltinn er koma bara spennugjafa er bara svona einhver rafeindakassi, hérna er bara takki sem er snúið, lesið bara hérna að spennunni 12 volt þetta, hérna er mínus og hér er pluss, út. Þetta er spennugjafi. Ok, við skulum koma og tengja þetta.